Góðan daginn, við heitum Erla og Hulda og við erum þroskaþjálfarnemar í Háskóla Íslands. Þetta hlaðvarp er hluti af BIA-verkefni okkar og erum við að velta fyrir okkur hver staða einhverfra einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda er. Við erum komnar hér í göngudeild SÁÁ að hitta hana Höllu, áfengis- og vímuefnaráðgjafa og fagstjóra hjá SÁÁ. Okkur langar að heyra eins í þér svona hver þín reynsla er að vinna með einstaklingum á einhverfurófi. Gott að sjá þig, Halla. Velkomin til okkar. Já, takk í þetta verkefni. Takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, byrjum bara á því svona bara hver þú ert og segja ykkur aðeins svona hvað reynslu þú hefur, já hver þú ert og hvaða reynslu svona þú hefur af þessum málaflokki hérna hjá SÁÁ. Já, sko ég áfengisvarnaráðgjafi eins og það ég fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar í göngudeild, búin að vinna hjá SÁÁ síðan 2004, þannig þetta ár 22 í því og búin að vera þá í vinna á þeim stöðum sem SÁÁ býður upp á, göngudeildum bæði hér á Akureyri og Vogi og Vík og svo framvegis. Og hafði áhuga á starfinu byrjaði mjög ung að vinna hérna, augljóslega og að því ég hafði svona sjálf reynslega að fara hérna í gegn, það var þannig. Og svo bara 21 ár liðið og það ennþá, þú veist, gaman að vinna í þessu málaflokki. Þannig að það kannski, ég veit ekki hvað ég að segja mér, ég líka bara einn hluta mér að vinna hér, svo ég börn og mann og alltaf á leiðinni í ræktina, það ekki þannig, ekki það sem maður á að vera að segja. Jú. En svo ertu líka í mastersnámi, eða ekki? Jú, ég með grunnnámi í sálfræði og í meistarnámi í heilbrigðisvísindum með áherslu á stjórnun í heilbrigðisþjónustu. Áhugavert. Já, það bara búið að vera, það fór að mennta mig eftir ég byrjaði að vinna hérna. Já. Og gerði alltaf, við höfum alltaf gert það með náminu, alltaf verið í fullri vinnu líka. Já. Yes. Vel gert. Takk. En SÁÁ, viltu segja ykkur aðeins frá SÁÁ, svona fyrir þá sem að þekkja það ekki vel? Já, sko SÁÁ í dag er kannski stærsti þjónustuveitandi heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með fíknisjúkdóm. Það fór af stað 1977 og var þá samtök áhuga fólks sem áfengis- og vímuefnavandann og á þessum árum hefur það þróast yfir í þetta svona þverfagleg vinna heilbrigðisþjónusta. Heill spítali, Vogur sem kannski svo margir þekkja af afspurn eða í gegnum sjálf að segja hvað sem er. Oft tala bara Vog, hann sinnir þá svona fráhvarfsmeðferð og greiningu og annað. Og svo hefur við inniliggjandi meðferð sem er á Kjalarnesi upp á Vík, bæði kallar og konur þar í sérhverju húsnæðinu reyndar. Svo eigum við þessa göngudeildarþjónustu sem sinnir mörg hundruð manns í bæði mánaðarlega og árlega koma mjög margir til okkar. Þetta er svona rosalega stórt og mikil samfelld þjónusta fyrir fólk með fíknisjúkdóm sem kannski sker sig úr að því leytinu til að því við höfum yfir öllu þessu batteríi að búa sko. Og sinnum þá fólki sem er með áfengis- og vímuefnavanda, ásamt fjárhættuspílavanda og svo aðstandendum þeirra. Það er svona okkar aðalvinna. Já. Og öllum stigum málsins eiginlega. Geturðu svona kannski sagt okkur aðeins frá hvernig svona meðferðin hjá SÁÁ er uppbyggð svona grófum dráttum? Já, einmitt. Sko meðferðarleiðir eru mismunandi. Fólki sem kemur til SÁÁ er auðvitað bara alls konar á mismunandi aldri, mismunandi reynslu og þarfir og markmið, þannig að það er ekki allir sem er að sækjast alltaf eftir því sama. Ef maður talar göngudeild þá erum við alla daga að vinna með fólki sem er að velta fyrir sér hvort það þurfa að hægt að drekka eða ekki, hvort það sé komið vanda og yfir í það að vera einhverjir sem eru bara að grátbiðja um aðstoð núna, því það er það sem það þarf að gera og er tilbúin. Það er líka veitt þjónusta fyrir þá sem er að byrja og vilja stoppa neysluna sína
og fara í meðferð þar að gera þetta allt án þess að leggjast einhvers staðar inn og svo þjónusta fyrir aðstandendur, en hún svona byggð upp á því að maður að valdefla fólk og maður að fræða ákveðin málefni og reyna að auka hæfni og færni þeirra til að takast á við hlutina. Og það að hætta að drekka, hætta að nota vímuefni snýst kannski svona minnst eiginlega það að stoppa heldur hvað maður ætlar að gera við líf sitt eftir að maður er búinn. Þegar maður nú nota kannski bara til að slaka á eða slá á tilfinningar eða mikil streita eða hvað sem þannig að það er oft svona heilmikil breyting fyrir fólk. Þannig að mesta vinnan er kannski fólkin í því hvað ég ætla að gera eftir að tappin er komin í flöskun eða pípan er komin í rusli eða hvað það er sko. Og svo er svona misinngripsmikið hvað maður þarf að gera. Ef maður á hættu erfiðum frákvörum þá er oft öruggast fyrir maður að fara að leggjast inn á spítalann og vera þar. Stundum er maður bara í þannig aðstæðum og það getur verið flókið fyrir maður að hætta heima, bara aðrir sem drekka, mikið streita eða hvað sem er sko. Þá getur maður farin á spítalann. Og það er Vogur svo Vík þarna upp á Kjalarnesinu, þá er það inniliggjandi, það er maður bara í meðferð allan sólarhringinn. Og meðan í göngudeildinni er maður bara hlutadegi. Og það eru svona kostir og galla við bæði, stundum finnst manni erfitt tilhugsun að fara frá sínu lengi og meðan það er kannski nauðsynlegt fyrir aðra. Og það er munur á því að vakna í meðferð og vera bara í meðferðinni eða þurfa að vakna og fara í morgunumferðina og koma hér og koma börnunum sínum í leikskólana hvað maður að gera. Og það er svona, ég held að sé oft bara svolítið annar hópur sem getur nýtt sér göngudeild og þeir sem þurfa inniliggjandi. Þannig að þetta er svona kannski byggt á því að það er ákveðin líffræði bak við það sem að veldur því að maður sækist í vímuefni þó að það sé ekki gott fyrir mann og maður fer í fráhvörf. Það er líka okkur félagslegar aðstæður sem maður getur þurft að vinna með. Og svo er svona andlega hliðin. Þetta er að tala um svona biopsychosocial nálgun sko. Fólk er náttúrulega að koma okkur með aðstæðum og fara aftur í ykkur aðstæð þó að komið hjá okkur, taka tillit til þess. Og svo náttúrulega eins og þið eru kannski mestar pæli í, get ég ímynda mér fólk með alls konar mismunandi getu sko. Kemur til okkar. Já, ég veit ekki hvort ég svaraði spurningunni, flækir hlutana og mikið kannski. Það var bara mjög vel dregið saman, takk fyrir það. En mér langar svolítið að spyrja, þú talar um valdeflingu. Er eitthvað fleiri, eitthvað svona hugmyndafræði sem þið eru að vinna með? Er eitthvað svona sem þið eru að já. Já, það er náttúrulega, já, þetta er svo miklu lengri tíma, en það er svona margt sem er að vinna. Fyrsta leið náttúrulega er fólk mjög mismunandi og það er svolítið verið að vinna með svona motivational interviewing, þar að segja að áhugahvöt milli einstaklinga sé mismunandi og það sé hægt að vinna með það. Nálgunni þarf að vera mismunandi eftir því við hvernig maður er að tala og það getur stundum fara eftir aldri, kyni eða aðstæðum sko. Og svo er svona hlutir eins og svona tengsl einstaklingsins við fíkn, að það er hægt að hafa áhrif á það, eins og til dæmis bara ef maður fer í gamla heimabæinn sinni þar sem maður bjó, þá vakna einhverja minningar sem maður hugsaði ekki nema því maður er þar. Alveg þegar maður hætti að drekka, og þá ef ég var alltaf að drekka því ég var að elda matinn, þá þarf ég að gera það nokkuð oft til þess að hætta að hugsa það. Það er líka svona þetta rof á fíkni eða kveikjum og svona. Og svo er svona líffræðin í þessu svo að þegar maður í upphafi hættir að drekka, þá er maður oft viðkvæmari fyrir ójafnvægi og það er meiri hjá mörgum kvíði og getur verið svona erfiðara að takast á við streitu, þannig að áherslurnar eru oft svona byggðar á þessari þekkingu. Það þurfi kannski að hjálpa fólki að einfalda líf sitt til að byrja með, gera breytingar á ákveðnum þáttum, reyna að styrkja það í sinni ákvörðunartöku og styrkja tengslin við þá sem að styðja við það sem maður er að gera og svo framvegis. Þannig að þetta er svona já, það er svona í mörg horn að líta í þessu. Það er og náttúrulega kannski bara alltaf þegar að vera fjallum og vinna með manneskjum. En þú talar um að það sé svo mikið mismunandi bara fólk úr öllum áttum og aldrei en er einhver hópur sem þú vinnur helst með?
Sko ég vinnar þó bara sem ég kýs að vinna með eða sem er bara á mínu borði. Ég er bara á þínu borði, já. Já. Sko það þróast þannig í gegnum árin að maður er oft með mismunandi hópa og ég hef verið með alls konar hópa í gegnum tíðina, endurkomu kalla, verið í kvennameðferð, verið með svona, það sem að mér finnst svona, það sé kannski mest á mínu borði þessa dagana eru ungar konur með einhverfu. Það er ekki ákvörðun, það bara gerðist, sko. Og ég er í svona viðtölum oft við þær af því þær margar hverjar geta illa nýtt sér hópa. Þannig að það hefur einhvern veginn gerst bara á þess að það hefur verið ákvörðun. Þó það sé ekki endilega það er engin sérfræðingur í einhverju hjá okkur en það er kannski það sem maður hefur svona kynnt sér og er svolítið á mínu borði núna. En það er ekki skilyrði, hér er ung kona með einhverju, látum mann tala við höllu, ekki þannig bara einhvern veginn gerðist, sko. Og kannski áhugi minn liggur dálítið þar þessa dagana. Já. Það er svo, já. Áhugavert, svona, já, fólk með þetta vanda og í þessu, já. Já, og það er svo skrítið, sko ég var í fæðingarorlofi fyrir stuttu síðan, eða þannig, 4 árum, og þá hlustaði maður á öll podcast sem til voru, af því ég átti líka bara sem grét mjög mikið, hlustaði allt, bara var alltaf með eyrun til þess að, þá datt ég inn á, podcast sem heitir Ráfa rófið, og þá er 2 konur þar, önnur er formaður einhverju samtakna held ég, alltaf, og mér fannst það svo brjálast áhvert, ég las og hlustaði og var svo í skólanum líka að skrifa og svona og maður færi aðeins aðra sýn þegar maður er að hugsa þetta bara hvernig maður getur veitt fólki meðferð og hvernig því ég fór að hugsa svona gegnum tíðina þá er ég eiginlega viss það að einhverfir, ég veit ekki hvort maður er að segja einhverju eða með einhverju, ég veit ekki alveg hvað er rétt að segja en hafi verið kannski settir inn í mjög erfiðar aðstæður sem segir réðu illa við og þannig kannski sprengt utan á sér. Þannig ef að umhverfið eða meðferðin hvar sem maður hefði mögulega haft meiri þekkingu á málefninu þá hefði það kannski ekki í öllum tilfellum farið þannig að fólk kom inn og kannski réð illa við það sem það var að gera og bara fór út af. Það fyrir ekki að segja frá mig. Er það að tala hérna innan veggja SAH? Já. Sem að hugsa svona eftir á, kannski hefur þessi verið með einhverju? Mögulega þessi verið einhverjur, verið aðstæðan sem réð ekki við, kannski hefur hægt að vinna hlutina betur, sko. En ég er ekki að segja að fólk hafi verið að gera illa það sem það gerði, það bara var kannski ekki að gera það sem henta akkur þessum einstaklingi og enginn vissi það, sko. Þannig við erum miklu meira að tala um einhverju núna heldur bara fyrir nokkrum árum síðan, sko. Eða kannski heyri ég það betur eitthvað, ég veit það ekki. Velti fyrir mér. Já, það er líka sko að því oft liggja þess að hindra náttúrulega í umhverfinu og með einhverfu er þetta náttúrulega kannski oft svona ákveðin skilningur eða eins og ég heyri þú hefur hlustað á þetta frábæra podcast með henni Guðlaugu Svölu og að þetta er kannski ákveðin að sjá hlutina kannski frá öðru sjónarhorni eða sem að kannski fólk áttar sig ekki á, þú veist, þannig að þetta er svona eins og þið segja einhver menning eða sjá frá öðru sjónarhorni og sem kannski samfélaginu er ekki tamt eða. Akkurat, algjörlega og líka ég átta mig á því að þetta er mjög mikið rósumir náttúrulega bara eiga erfitt með að vera í meðferð umhverju bara yfir höfuð, alveg sama hvernig væri svona því stýrt, en það er líka einhverju sem eru kannski þannig að það er vel hægt að taka tillit til þeirra og vel hægt að láta hlutina ganga betur með mjög litlum breytingum. Bara með að vera meðvitaður ákveðna hluti, gefa einhver tíma í svörun, vera skýr, vera ekkert í einhverjum orðaleikjum, gefa fólki meiri umhugsunartíma og vera ekki að lesa mikið í viðbrögðin sem eru kannski einhvern annan hátt en ég myndi bregðast við. Það getur verið svo ótrúlega margt sem
ég maður bara setur hans upp ennur glerugu. Einmitt. Og ég nákvæmlega engin sérfræðingur í einhverju, þið heyr það alveg, en þú veist, bara maður hefur áhuga á því, þá getur maður svona aðeins, hlýra aðeins til, velt fyrir sig bara áreitum í umhverfinu, þú veist, meðferðartímarnir séu dálítið fyrirsjáanlegir og eins og svona eitthvað, þannig að fólki líði vel með það, sko. En upplifur þá eins og starfsfólki í kringu þig og séu kannski á sama blaðsíðu þú með þetta, eða eins og séu kannski ekki allir endilega að spá í þessu? Ég held að það sé mjög misjafnt. Það er auðvitað að vera fræðslu fyrir starfsfólkið og alls konar umræða og allt þetta. En þetta er ekki alveg svona, kannski eitthvað svona almenn þekking held ég, þú veist. Ég held að mér finnst þetta svo rosalega áhvert að ég las, skilurðu. Ég er ekkert viss að næsti maður að gera það. Ekkert fyrir kannan ég les um eitthvað sem að ég er ekkert alltaf á borðinu hjá mér og ég hef engan sérstakann áhuga á, sko. Og þó maður myndi vilja segja að væru allir tækju sérstakt tillit og eru svona, ég held að sé bara þannig hjá öllum stofnunum. Fólk er með mikla þekkingu á mismunandi málefnum, sko. En þetta er svona meiri umræðinu, samt get ég sagt ykkur heldur en hefur verið. Svona hvernig maður getur ekki tillit til og getur verið að þessi sé kannski einhverju og þurftu kannski að vera mjög skýr með, þú veist, hvað er ætlast til og undirbúa fólk öðruvísi og eitthvað svona. Þannig það er alveg svona eitthvað í umræðinni allavega. Þú komst aðeins inn að þú værir að vinna með konum sem að væru með einhverfu. Já. Og ættu kannski erfitt með að vera í hópmeðferð. Já. Og þetta er kannski eitt sem að er kannski svona, getur verið erfitt fyrir einhverja að vera í hópastarfi. Hvernig finnst þér það svona að koma fram? Já. Getur við lýst því fyrir okkur? Já. Sko ég er aðalega með ungar konur. Og og þær eiga margar það sameiginlegt að lesa mjög illa í félagslegar aðstæður og maður verður hræddur þær bara hreinlega að setja þær til dæmis og eitthvað starf þar sem maður get ekki alveg skynja þetta er góð félagsskapur fyrir mig eða ekki þetta og ég er ekki að reyna að segja allt sé vondur félagsskap skilur bara og það sem maður heyrir líka þegar maður tala við þær er að þær oft koma svona djúpt inn í einhvern heim sem að bara enginn á að vera í og allra síst ungar konur af því það kom aldrei eitt svona rautt flagg neist að þetta er ekki gott fyrir mig og þetta væri, þú veist, ekki kynsalega og svo í kannski þannig að ég hittar aðalega í viðtölum og setar ekki þeirra aðstöður að fara í hópana þegar þarna er eldri þá, og eru kannski komnar í hóp þá myndi maður svona mögulega taka eftir því að það er svona skynni ekki alveg svona og þetta á ekki við alla en ég er að tala svona nokkrar það sem að maður sá að var öðruvísi að mann eftir svona það sem að skynjuði ekki alveg svona stemningun hefur ekki orðað þannig það var allir svona, við vorum kannski að ræða málin og þú ert að segja frá okkur og til að hlusta og svo kemur svona hvað er matinn eða hvað er klukkan eða herðu ég þarf að tala um svona er ekki komið tími fyrir mig og var svona skynja ekki stemninguna að þú ert að segja frá mjög viðkvæm málefni ég ætla aðeins að draga við hlé klukkan er ekki að koma tími fyrir mig og svona og það var ekki ílska illa með það bara þú svona hafði þetta verið og átt ekki að vera svona núna en fólk svona gætt stuðast og þetta var alls ekki alla sumir bara fara vel í gegnum þetta og ekkert og fólk ólíkt en einmitt, ég skil hvað þú ert að fara og kannski er svona einhverju þau eru bara í allt öðru tempói bara annað tempó og bara já og það er kannski aðalega þetta sem hefur valdið mér áhyggjum það er þetta sans fyrir því hvað er góður félagsskapur fyrir mig, hvernig ég lesa aðstæð, hvenær er ég í hættu. Myndi fara viðtölni að tala um þetta. Ef að þetta gerist, þá er gott að dragast tilbaka. Ef að aðstæður eru svona, maður er svona í öðru samtali einhvern veginn. Sérstaklega mér svona ungar konur sem eru gjörnar 18 ára og eru bara, í erfiðum aðstæðum fyrir þær. Sko. Að því líka kannski einhverjir einstaklingar kannski langar eiga vini og langar að vera hluti af
Já, og vera með og ég held að sé kannski oft nýta að þið vilja ekki félagskap og það er kannski það sem þú ert að tala um að þið eru kannski tilbúin til að gera alls konar til að vera með. Já, tilheyra. Okkur langar öllum að tilheyra. Langar öllum að tilheyra og það er reyndar bara akkurat þetta sko. Að maður passar ekki einhvern veginn í svo einhvern sem taka við manni sem vinum og þau þeir aðalega sem ég hef talað við allavega eru svona alveg above and beyond, svona vilja halda traustunum við vini sína. Jafnvel þegar það kom það stig að það er að meiða mann sko. Og já og svo kannski hætti maður í þessari neyslu og orðin edrú, á engan að einhvern veginn og erfitt með að kynnast vinum og þetta er oft ógeðslega flókin staða sko. Bæði fyrir þá sem eru, já bara fyrir alla sko og ekki síst ef maður svona eitthvað í vandræðum með þetta. Það tengjast sko. En hvað myndir þú segja þegar þú segir, þú ert búin að hefur greiðlega mikinn áhuga á einhverfu og já, svolítið óeðlilega, finnst mér. Mér finnst það frábært. Ég bara skila mjög vel, bara mjög vel. En ef í draumaheimi, hvað finnst þér þurfa helst að aðlaga, hvort sem það var að Vogi á göngudeildinni á Vík, til þess að væri bara, já, þannig að einhverfir eins og þessar stúlkur sem þú tala myndi bara fungera sem best. Eitthvað svona sem þitt eftir í hug? Sko ég held ég hef ekki alveg vitað í þannig en fyrstulega held ég að það þurfa að vera bara þekking til staðar. Þetta fyrst og fremst að og ég held að við þurfa að vera að einhverja sé bara oft annars samskiptamátu, mjög mikið róf, ekki afgreita bara sem allir sé eitthvað eins og sé bara eitthvað skrýtni, eitthvað svona sko. Fólk sé bara alls konar. Og þannig ég held að þekking væri svona fyrsta og svo í draumaheimi það sem þetta nóg peningum og tíma og starfsfólki og allt þetta og gæti verið gott að þetta er svolítið mainstream og ef maður virkar ekki þarna þá er þetta að fara eitthvað annað. Gott að fá svona já bara aðlagari meðferð af þörfum þeirra sem að svona eru með mismandi getu. Veit ekki nákvæmlega hvernig það lítur út sko. En já það sem þetta verður svona einhver bara sérfræðingar á þessu sviði sem getur bara sinnt hlutunum og mér skilst þó ég veit það nú ekki að oft tekur svona önnur konar meðferð stundum lengri tíma fyrir að meira utanumhald og álag getur verið á mikið og þurfum maður að skipta kannski tímanum á lengri tíma og svo framvegis svona sé bara meira tekið tillit til alveg eins og fólk sem með tvíþætta vanda með kannski mikinn geðvanda og fíknivanda stundum passar það ansi illa inn í kerfið líka. En sæir það mitt fyrir þér að þú myndist á það kannski eitthvað sem væri fróður þetta að gæti kannski þroskaþjálfað og starfað? Já, sko það er nú bara þannig að þegar maður vinnur mjög lengi á einhverjum stað þá verður það dálítið heimurinn sem maður býr í og þá finnst mér að allar mögulegar starfsstéttir ættu að vinna þetta. Bara, og margir þroskaþjálfarar og margir, þú veist, svona á hitt. Þannig að það stendur ekki á því að það var manni upplýkið að vandi, bara þroskaþjálfara og iðjuþjálfara og bara, þú veist, hvað sem finnst mér eiga heima í einni nánast, sko. Ég held að það sé sammerkt með þeim sem erum svona alveg á kafi inn í sínu, sko. En það er alveg klárt að það væri til bóta að fá fleiri stéttir inn í með mismunandi augu sko á hlutina. Ég er saman sko, já. Þá erum við í draumaheiminum en þá, eða ekki? Jú. En ég menna, það er ekki slæmt. Maður þarf líka að spá í framtíðina og hvað maður getur gert betur. Já, það er alls konar. Það er, við varum til að fá svona íþróttafræðing og þroskaþjálfara og iðjuþjálfara og fleiri sálfræðinga og fleiri áfengisvörnarráðgjafa og bara, þú veist, læknir, hjúkrunarfræðing og bla bla bla, lögfræðing og félagsráðgjafa og það vantar stærra húsnæði fyrir alltaf fólk sem að ráða hérna. Þú veist, en maður sér þörf á öllu, þú veist, það hlýtur að vera einhvern veginn þannig í sínu fæi að segja, já þetta getur gott fyrir hópinn mann, sko.
og helst bara leikskólakennarar líka til þess að segja börnunum svo getur bara alltaf verið í vinnunni. Einmitt. Já, nákvæmlega. Hafa hérna leikskóladeild upp á Vík. Það er nú svona, já, það er hugmynd. Það er fullt af fólki, sérstaklega reynda konum sem eru með lítil börn sem eiga erfitt með að kannski sækja sér aðstoð því að maður er með lítil börn og lítinn stuðning. Þannig að það væri geggja. En er þá einhverja samvinna við, ertu í samvinnu við einhverja aðra stofnanir? Þá hugsa, sko við, en sá er náttúrulega sjálfstæð eining, en það er samvinna við Landsspítalann og barnavernd og félagsþjónustur og bara svona eitt og annað, sko. Og sumt er formlegt og sumt er bara eftir atvikum. Við erum líka, við höfum verið dugleg svona að fara á milli stað og kynna starfið og finna tengilega upplýsingar. Þess vegna getur maður hringt beint eitthvað í eitthvað sem maður er búin að hitta og svona. En svo er það svolítið misjandi eftir hvað stjórnlagarnir þurfa. En ég er í teimi út af einhverju stúlku sem ég hitti og við erum að reyna að finna út hvað að gera fyrir hana sem er bara barnavernd og félagsþjónusta og Landsspítali og eitt og annað, sko. Þannig að það er svona atvikatengt kannski. Já, einmitt. Og teymisvinna eins og þú segir, kannski í kringum eitthvað einstaklinga á. Já, við erum oft svona hluti af einhverju. Við erum yfirleitt ekki svo þeir aðalega sem halda utanum kannski svona margar fagstéttir erum oft bara hluti af það þegar ekki fólk er svona tímabundi hjá okkur. Setur við í gegn. Einmitt. En svona, sko, að því þú talar að þú ert að hitta einhverja einstaklinga, þú veist, eins og til dæmis, er alltaf upp á borðinu að viðkomandi sé á einhverju rofi eða svona, hvernig er þetta, þú veist, og þjónustan svona í kringum, er þetta alltaf svona augljóst? Nei, það er það ekki, sko. Sko, helstu upplýsingarnir frá er frá foreldrum þegar að koma ungmenni til okkar, þá taka þau þetta fram, sko. Þau segja mann það yfirleitt ekki. Og þetta er ekki, og þetta, heilbrigðiskerfið er þannig að þú veist það er sjúkraskrá hjá okkur sem er ekki aðgengileg endilega einhverju öðrum og önnur sjúkraskrá ekki aðgengileg. Þannig er ekki svona alveg, hvað maður að segja, gagnagrunni sem maður getur sagt, já, þessi var greindur með þetta á ráðgjafarmiðstöðinni eða greiningamiðstöðinni, þetta greindir þarna. Þannig að þarf maður bara að spyrja, sko. Og stundum skiptir það miklu máli, stundum ekki, sko. En það sem maður kannski sér helst er bara, maður spyr líka bara heilsufarssögu og geðfarsögu og fólk hafa greint með eitthvað ADHD eða þetta og hitt og svo kemur þetta stundum fram þar. En svo oft, það er svona oftar sem maður kannski sér bara svona eitthvað sem að færi maður til að hugsa að gæti verið að þessi sé á rófinu. Og þá er það oftast svona sem sker sig eitthvað aðeins úr í samskiptum. Þegar sýtla félagslega samskipti er svona kannski það helsta sem fær mig til að hugsa hvort það sé. En það eru fleiri en með einhverju sem les ekki félagslega samskipti, sko. Það er bara innan fjölskyldunar og hvað sem er svona, og fólk er kvatrist og svona. En líka ef það er mjög bókstaflegt þá hugsa ég oft svona, já, getur verið þetta. Og ef það er svona tekur sér svona langan tíma til að hugsa og svara og melta að því það getur svona samblanda nokkur hlutur sem maður fyrir að velta þessu fyrir sér, sko. Og stundum spyr ég bara og bara eins og með eitthvað allt annað. En með svona kannski, sérðu eitthvað mynstur, þetta er kannski einkennileg spurning, en finnst þér þú sjá öðruvísi mynstur með áfengis- og vímuefnanotkun? Er það að nota áfengi og vímuefni öðruvísi eða? Ég veit það ekki alveg. Ég náttúrulega er ekki með neina tölur það, við engar sérstaklega gögnum þetta. Ég er ekki sérfræðingur heldur þó ég hafi ratað á borð til mín. Það er helst þetta sem við vorum að tala áðan varðandi svona eiga með að lesa félagslega og vera þá komin í hóp sem að accepta mann. Og og maður er að nota þar og þá er svo erfitt að slíta á það því þetta er kannski bara
minn eini sanni rétti félagskapur á mínu mati en á sama tíma meiða mig sko. Og það gerist auðvitað líka við aðra sem ekki eru með einhverfu en þá svona tengjast stundum hraðar annars staðar inn sko. Þannig ég átta mig ekki alveg á því hvort það er ekkert sem ég segi bara já, það að þetta er alveg klárt sko. Upplifir ekki að þú veist að þessi kannski að nota út að kvíða eða svona sko, jú, en það gerir það bara miklu fleiri líka. Já. Það er ekkert svona sem að kallar alveg á það er eitthvað þetta sem að bara einhver með engin annar. Já, einmitt. Bara eitt hlut af manneskjunni, sko. Einmitt. Fólk nota náttúrulega bara út af svo alls konar mörgum hlutum. Það er ekki einskorast við þennan hóp. Nei. Eitthvað sem ég hef ykkur, en kannski er það til í rannsóknum, I don't know, sko. Einmitt. En það erum við svolítið náttúrulega að tala hluti sem að kannski er kannski ekki almennt í umræðinni og kannski bara þyrfti að kortleggja og rannsaka og tala og við erum kannski svolítið bara hérna að spyrja hver staðan er og hvernig er þetta sko og kannski ekki margir sem að geta einhvern veginn stíði fram og þetta bara er svona. Nei, og alls ekki ég, þó ég sé með ykkur á pínulli einsinn í þessa heimi veit mikið áfengis- og vímumál. En já, þetta er ekki, þetta er eins og svo margt annað sem maður myndi vilja vita meira vinna betur með og svo framvegis, sko. Og svo líka eitthvað smá skrítið, kannski hljómar þetta alveg þvert ofan því að segja að sko einhverjir hópur, ADHD-hópur, þungt eitthvað svona. Maður vill taka tillit til allra hópa án þess að samt vera að setja á því hópa. Skilur hvað ég meina? Af því mér finnst ekkert eins og að þú ert einhver að þú sért eitthvað öðruvísi manneski, eða skilur bara út af því, það kannski einhver annar samskiptamáti og eitthvað annað, alveg svo ADHD, fólk sem að gleymir að hlusta og tala, segi 4 sögur í einu bara, fattaru. Þannig mér finnst svona erfitt að taka út úr hópum að því að maður vill ekki einhvern veginn setja þá í einhvern flokk þó að maður þurfa að taka til þeirra, eða þannig, já. Einmitt, af því að eins og mjög aftur sagt að þú hefur hitt einhverjan einstakling, þá hefur þú bara hitt einhverjan einstakling. Já. Og það er ekki að hafa alhæfa yfir hópinn, þetta er bara alls konar fólk og bara eins og það er til alls konar fólk alls staðar, sko. Nákvæmlega. Þannig að Jú, það er líka svo varasamt ef maður ætla að fara að setja einhverjar sko verklagsreglur einhverju eins og þetta bara verklagsreglur þá sem eru að fá grá hár eða eru með fylling í tönninni eða skilur bara virkar ekki einhvern veginn. Með háa blóðþrýsting. Já, þá þarf hann að setja í svona bara make a sense kannski fyrir einn en ekki restin eða eitthvað svona. Nákvæmlega. Og svo erum við alltaf að tala það ekki í samfélaginu að vera ekki með svona aðgreiningar. Nei. Hvort sem er skólakerfi eða hérna hjá ykkur hérna innan hús eða einmitt, þú veist, að vera ekki með, þú veist, Halla í dag er bara með einhverja og þau eru á svona meðferðarfundi eða þú veist. Nei, að það sé. Algjörlega. Þannig að mér finnst þetta svona smá, ég fæ svona viðbrögð svona við þessu að þú veist, þetta er hópur innan hópsins en maður vill samt ekki setja einhvern sérstakt hólf, skilja, af því allir eru ekki einhvern veginn, allir eru alls konar. Og þessar ungu konur sem að ég veit og menn eru auðvitað líka mjög ólíkar, sko. En þá getur maður samt svona hugsa, það er ákveðin sem ég get alltaf gert, ég get alltaf reyðu kvíða hjá öllum, hvort svo með einhverju ekki með að hafa tímana eins uppsetta. Undirbúa þig, vita hvað að gera, nota svipa orðalega þannig að allt verður kunnulegt og þægilega, skilurðu. En ég verð svolítið forvitin, hvaða ár útskrifast þú sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi? 2008. Manstu eitthvað eftir í náminu hjá þér að það sé farið inn á eitthvað konar greininga eða fatlað fólk eða eitthvað svoleiðis? Var eitthvað svoleiðis? Ég er alveg viss að það hafi ekki verið. Nei. Nei, já, ekki nema, allan ekki þannig að það hefði skilja eftir einhverja þekkingu sem ég gat nýtt mér. Ég man bara ekki eftir því, sko. Af því að maður hugsaði bara fatlað sem, já, fólk með fötlun, ég er alltaf að segja örugglega eitthvað vitlaust, en sem væri bara svona hreyfihamlað, þannig hugsa maður alltaf og svo fer maður að hugsa já,
alls konar hluti í kringu það, fólk auðvitað alls konar. Það er búið að vera svo gildishlaðið orð. Já. Það er bara, það er búið að breytast í gegnum áruna, þú veist, einmitt, falla fólk eða fólk með fötlun og náttúrulega bara, já, öll sagan. Og þess vegna einmitt eru fólk með alls konar ímyndir af. Já. Og þess vegna breytist nú þessi orð og orðanótkun falla fólk af því að það verða svo gildishlaðið náttúrulega. Já, og það fyrir líka eftir, sko ef að ég myndi nota þá skilgreiningu að vera hreyfihömlun, þá eru ólíka konur fatlaðar, skilurðu, af því maður getur ekki hreyft sem maður vil, þannig að þetta meikar ekkert sens, en svo er maður líka, já, þannig að það er, já, stuttasvar hérna, ég fekk ekki góða kennslu í þessu, fyrir ekki að, Nei, það er bara geggjað. Hvað finnst þér hvað finnst kerfið almennt missa af varðandi þennan hóp? Viltu útskýra aðeins betur, hvað þau? Bara, hvernig getur útskýrt þú held að? Bara eins og í meðferð og þú er kannski komið inn á, sko, þú veist, eins og varst að tala sko, maður hugsaði tilbaka og já, þessi sprengdi kannski utan af sér af því að það var kannski ekki einhver þekking eða eins líka bara hvað þá sem að þú ert með, þú veist, finnst þér kerfið, af því þetta er alltaf bæði kerfið SÁÁ eða bara kerfið í heild sinni sem er þá félagsþjónusta, barnavernd, sjúkrahúsin, bara þetta fólk sem er ofta að vinna með. Sko þegar ég er að tala þetta við ykkur þá held ég, endur þetta ekki bara sem ég áðan, ég held að hérna, ef maður vissi það sem maður veit núna og aftur ekki sérfræðingur en búin að hugsa mikið þetta, kannski fyrir 10 árum, þá hefði ég mögulega unnið hlutina stundum eitthvað öðruvísi, skilurðu. Maður er alltaf að vinna bara eftir þeirri þekkingu sem maður hefur, það er svo erfitt að hugsa hvað hefði ég gert ef ég hefði veit það sem ég veit núna, af því maður er bara með þekkinguna eða ekki. Þannig ég held að eins og bara með allt að koma svona kynslóðaskipti og önnur tímabil og viðhorfsbreytingar í samfélaginu og svona. Ég held að það skiptir bara máli að hver og einn stofnun sem er að vinna með fólki þurfa að vera svolítið up to date bara í þessum hlutum. Og það er allir að vanda sig þó að aðferðirnar hafi verið eitthvað sem maður finnst mögulega eitthvað skrítið núna að hugsa eitthvað mörg ára eftir tíman, sko, en þá var það samt fólk bara að gera sitt besta á þeim tíma. Þannig að ég held kannski hafi kerfið mist af tækifærum til þess að vinna betur með fólki, en á sama tíma var allir að gera sitt vinna eftir sínu bestu þekkingu, fattar þau. Þannig að svona, já, maður á ekki að horfa í bakgrunnsspegilinn til áfram gakk, segi ég bara tjók. En núna í dag, þegar þú ert að vinna í eins og teimum og svona, ég meina, finnst þér kerfið vera, öll þessi kerfi, þú veist, einhvern veginn ekki alveg með á nótunum eða Gagnvart þessu? Já, gagnvart einhverfum. Einhverfum, já. Ég náttúrulega get ekki svara fyrir aðra. Ég held að það sé samt bara svona eins og með allt, þetta sé mjög mismikil þekking. Þá getur maður líka vita mjög mikið hluti en ekki alveg vita hvernig maður staði framkvæmd. Þannig að ég held að sé allavega miklu meiri umræða það allavega. Og en svo setja alltaf fyrirvara, af því að mér finnst þetta svo áhugavert, þá er ég veltaði hvort ég heyri það bara betur, eða hvort það sé meira, skilurðu. En þetta er allavega svona meira reynt að taka tillit til þess að fólk bara ræður illa við aðstæður eða kannski það betur heim í göngudeildar en innleikjandi, kannski er hægt að gera eitthvað einfalt þess að fólki gangi betur og stann pæling. En hvort að það sé gert í öllum tilfellum, alltaf í öllum aðstæðum, veit ég ekki frekar en það geti svara frekar að vera stofnanir, sko. Finnst ykkur það ekki samt? Það sé meira að tala þessa hluti. Mér finnst það, sko. Mér finnst svona almennt séð að svona fólk viti ákveðna hluti einhverfu og svoleiðis, en svo kannski að tala meira það, en auðvitað held ég að margir einhverfur upplifi það að
svo þegar hólminn er komið að þá kannski næri þetta bara svona yfir, svona bara, Eitthvað yfirborðs. já, yfirborð, sko. Já. Og af því eins og ég segi, voru komin á þannig, einhverfir eru mjög ólíkir og alls konar og konur og kallar og Algjörlega. Og ég myndar fyrir ég man ekki eftir umræðu, það sem að ég verið að tala alltaf að tala einhverja án þeirra. já, Og einmitt. það er bara nákvæmlega sem við erum að gera núna. Við erum að gera það Skilurðu? núna, nákvæmlega. Við getum ekki vita Nei, nei. nákvæmlega. Nei. En já, en ég get ekkert orðið sko öðrum karakteri að kynþætti þó ég kynni mér það mjög mikið, en maður getur kannski færst nær að vita hvað málin snúast. Sko. Og mér finnst frábært að heyra að þú hefði fengið svona súper áhuga á þessu og sagt er einmitt í að hlusta á fólk með einhverfu, segja frá sínu og það er svolítið bara nýtilkomið að einhverfu stígi fram og útskýri þeirra heim og raunveruleika og vonandi fá þér svona, hvað ég segja, stærra svið til þess að lýsa því. Einmitt. Hún líka bara að lesa í mínu námi rannsóknir alls konar. Ég veit í raun og veru ekki okkur ég hef svo mikið áhuga á þessu. Þetta er kannski eitthvað skrítið, en Það finnst það frábært. Mér finnst það æði. Af því þetta er ekki nálægt mér heldur. Ég var bara, já, eitthvað heill og þá er svona eins og þegar maður byrjar að vinna hjá SA þá hugsa maður allir sem áfengisvanda og svo lagast það svona. Já. Núna er ég bara, já þessi Nú er allir einhverjur. Þessi einhverjur. En þú veist, bara, Ég veit það. Mér finnst þetta, já, kannski er þetta eitthvað fyrirlegt, en mér finnst þetta allavega eitthvað svo brjálæðslega áhugavert og það var svolítið út af þessu podcasti sem ég hlusta á allt, bara mörgu sinnum og fór að lesa og gera alls konar. Svo fannst mér allir einhverjur og svo aðeins róaðist ég. Nákvæmlega. Já, mér finnst þetta bara það frábært af því að ég vona líka bara eitthvað þinn áhugi á þessu og að mér finnst að tala við þig bara, hvað segir maður, skilningurinn og þekkingin og hvað þú sýnir þér og þeim líka fortíð mildi eins og segir. Mikið að tala þekkinguna, hvað hafði hann ekki áður. Ég vona að hún dreifist hér starfsfólk SAH. Já. Og já. Já, og þetta er svo skemmtilegt og einhvert fólk er útrúlega bara, nú ætla ég að alhafa áhugavert og magnað, sko. Þetta er allavega eitthvað sem er svona, kannski að því þetta er svo bókstaflegt og alls konar, þá fann ég bara margt í mínu fari sem að gæti mögulega gert hlutina erfiðar og það er alltaf markmið þegar maður er að vinna sem meðfræðali að maður sé ekki að gera fólki erfiðara fyrir, maður sé að auðvelda þannig að þetta er bara hluti af líka svona þróun manns í vinnunni að geta tekið til margra hópa. Vill bara til að þetta fannst mér eitthvað svo brjálæðslega áhugavert að datt hún í þessa hólu. Já. Frábært. Herði Halla, ég ætla bara að þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að koma í podcastið okkar, hlaðvarpið okkar. Og ég vona að einhverjir sem að hlusta á þetta læri eitthvað eða já, finnst allan áhugavert og þú ert greinilega að vinna geggjastarf og þú ert greinilega svona, hvernig á ég að segja svona frumkvöðull, þú veist að pínu að ryðja leið í þessu, ekki það, við höfum ekki talað við aðra hérna, sem kannski erum við jafn mikið áhuga þú þessu, en nei, mér finnst allan að svona eins og þú mikið að skoðanakönnun, já sá. Þú veist, einhver þarf aðeins að ryðja leiðina, sá fræjónum, ekki? Allavega, ég veist að það skiptir máli einhver sem þetta inn í tékklistanum hluti sem þarf að pæla í, sko. Og þegar einhver maður er búin að heyra eitthvað til að segja eitthvað nú oft, þá fyrir maður líka að setja það á sinni lista, sko. Algjörlega. Já, takk kærlega fyrir. Herri, bara takk Halla. No problem.